það ekkert nýtt að það sé tekist á staðsetningu nýs Landspítala en það kannski hefur minna farið fyrir gagnrýni á hönnun. Það eru margar spurningar sem hafa kviknað. Ein hvort það sé huga að þörfum sjúklinga og aðstandenda sem skildi út frá hönnunarlegu sjónarmiði, arkitektúr. Og hún sest hjá mér, hún Hildi Gunnur Sverrisdóttir, arkitekt. Vertu velkomin. Takk. Við viljum ekki bara ræða það sem imprað á í inngangnum, heldur líka geðveiki, bæði persónulega og tengda hönnun. Já. Hvað við að byrja? Þú hefur imprað á því í viðtali við mig að þér finnir staðsetningin ekkert frábær. Nei, ég verð að viðurkenna, sko, við vitum svo mikið það hvernig bæði sem sagt, sjálf rýmismótunin getur haft gríðarleg áhrif á sem sagt, líðan þeirra sem sækja geðþjónustu og einnig hvað ofboðslega mikilvægt að umhverfið sé sko helst náttúrulegt. Það að segja að sé helst út í náttúrunni eða umkringt náttúrunni því að það að hafa bæði inngarða eins og eða sem eru mótaðir að þann hátt að þeir sem að dvelja inn og geðdeild að þeir eða þau hafi alltaf aðgengi út og það til dæmis sko ég held að þetta pyntinganefnd Evrópusambandsins eða eitthvað svoleiðis hefur komið og gert athugasemdir við það að eins og að það komast sjúklingar, ég vil ekki kalla það sjúklingar, þá sem að sækja geðþjónustuna að þau komast ekki út nema með starfsmanni þegar það hendar alls ekki þegar að fólk þarf á því að halda og þá náttúrulega eins og við þekkjum þessa byggingu, þú veist, þá standaðu kannski fyrir utan og reykja eða eitthvað svoleiðis í þessu svolítið nabra umhverfi og ég veit alveg að þú stundum að fara í göngutúra eða eitthvað svoleiðis eftir því sem fólk svona til þess að geta en sko þetta umhverfi til dæmis sem að núverandi bygging í fyrir rauninni að öllu leyti gegn því sem að arkitektur gæti gert fyrir og bara þú veist hvernig maður kemur inn, það allt opið þú þarft og það svo mikil valdbeiting, þú þarft að fara inn í pínu litla skonsu þar sem glerbúr og þar þarft einhvern veginn að skrá þig inn til einhverja manneskja sem hafa ekkert með því að gera annað en bara skrá þig inn og eru bara í alls konar skapi, eru ekki að taka mótir. Svo situr þarna inn í biðrýminu, þú veist, ég hef setið með fólki í fleiri klukkutíma og svo þessar stóru dyr sem eru við hliðin á búrinu og þær opnast fyrir þér eða ekki, reyndar opnast þér oftast þegar maður er tjekkaður. Er þetta alveg núverandi getur? Já. Og við bara segja sko valdbeitinguna í því og ég hef upplifað til dæmis að sitja með mannesku í mjög mikill vanlíðan og bíða í langan tíma og það kemur önnur manneskinn sem vill komast inn en fær það ekki þessar stóru dyr opnast ekki fyrir henni greinlega einhver saga bakvið og hún sem sagt hún bara í þannig ástand og líðan að hún fleygir sér bara gólfið hrópandi og grátandi og ég þarna með mjög veika mannesku við hliðina á mér eða mannesku sem í mjög mikill vanlíðan sem þarf einhvern veginn að upplifa þetta og bíða eftir þessar stóru dyr opnist fyrir henni svo bara kemur löggan og tekur þessa konu í burtu þú veist, og fólk bara labba ganginum og svona og það ekki eins og sjónvarp ekkert smávegis áreiti fyrir þá sem verða að vitna þessum ósköpum að ekki sé talað hagsmunni náttúrulega manneskunnar ég meina það náttúrulega hræðilegt að vera vitni að þessari sko, því sem ég var að lýsa sem sagt með þá manneski sem vildi komast inn en fékk það ekki
og bara þurfti greinlega mjög mikið á því að halda og hefur talið það. En auðvitað er þetta áreiti, þetta er niðurlæging, fólk er ekki að koma þarna með reisn og eins og segi að... Hvernig væri hægt að breyta þessu? Sko, auðvitað, það þarf náttúrulega að vera þannig að svona þjónusta, ég vil ekki kalla þetta þjónustubillins, ég kem kannski inn á það eins eftir, en hvernig ég líti á þetta, en auðvitað á hún að taka utan um þig og veita þér öryggi í þínu vanlegan, veita þér strax öryggi. Þar sem þú getur verið og kannski í það sem kallað skynsegin aðstæður, þar sem að verið er að hugsa svolítið fyrir sem sagt, hvernig maður nemur og þú veist, áreitinu bara í umhverfinu. Stundum bara er ekkert gott að hafa rosa mikið á gluggum og bjart og eitthvað fleist þegar manni líður ekki þannig. Og auðvitað þarf maður að geta skráð sig inn á hátt þar sem manni finnst líka tekið á móti manni. Og ég held að eitthvað glerbúr í einhverju lítilli skonsu, þröngri, er algjörlega no-no. Þannig að það þarf að vera einhvern veginn þannig að þú komir inn og ég vil ekki segja velkomina því maður er ekkert endilega í þannig ástandi, en að þér sé sagt í rauninni með rýmismótuninni að hér sértu öruggur að hér verði tekið á móti þér á einhvern hátt og að þröskuldurinn yfir sé ekki valdbeiting heldur og mögulega þarf það að vera einhvers konar upptaktur þú veist kannski þarf að vera einhvers konar rými á milli þar sem maður sest bara niður að því að svo líka annað að þegar maður kemur inn í viðtal að þá sest maður fer inn í einhverja skrifstofu og maður sest öðru megin við borð og læknirinn eða svo sem er að tekka manni hinum megin. Það er enga bækur í hillum, þetta eru dökkar viðar og það er strax komið valdi því að sá sem tekur á móti er innan við dyrnar. Engin hlýleiki. Það er engin hlýleiki og það er strax þetta valda dæmi að ég er með borði til að verja mig fyrir þér og ég er eiginlega betri en þú. Og svo situr þú á sæti sem er plastklætt og bolta niður. Skilur, og það er enga bækur í hillunum og allavega ekki þeim viðtalsum herbyggjum sem ég hef farið á. Hljómar svolítið eins og sért að fara með okkur aftur til ásins 1970 bara. Já, náttúrulega það er þegar húsið er byggt á. Ég man ekki 70 eitthvað. Og náttúrulega byggt í brútalískum stíl þannig að jafnvel þeir sem að elska steinsteypu og finnst þetta hús vel hannað sem hús eða sem bygging ég held að fólk sé alveg sammálum að og svo eru plastklætarhurðir og allt þetta og allt þetta segir við þau þú ert óhrein þú ert hættuleg þú ert minna en það skiptir engu máli hvernig þér líður þú veist, það er ekkert við að vera á meðan þú býður, þannig að þú getur ekki einu svona dreift huganum fyrir þá sem er á þeim stað, þetta náttúrulega eru margir ekkert einu svona á þeim stað, en það er ekki eitthvað fólk sem kemur með líka og fylgir þeim. Húsið ber þeirri hugmynd vitni hver þekking á geðsjúkdómum var lítil á þeim tíma sem það er reist og fordómar og oft dregin bein lína á milli hinna geðveiku og hinna hættulegu sem að síðar hefur náttúrulega verið rakið að mestu algjörlega. Það er algjörlega búið að sýna fram á það að fólk alveg í nokkrum rannsóknum að fólk sem að upplifir þessa vanlíðan eða ástand að það er alls ekki meira, það er engin meiri tilhneiging í þeim hópi að beita ofbeldi út í opinbera rýminu heldur en bara almenningu eða þú veist þeir sem ekki eru á þeim stað og mér langar að pikka þess upp að það sem þú sagðir áðan arkitektúr endurspeglar alltaf það svona félagspólitíska samhengi sem er við líði á þeim tíma sem hann er byggður.
Og við þurfum líka að muna að svona, og það kannski einhverju leyti ennþá. Ég verð að viðurkenna að ég hef upplifað það og fólki í kringum mig, að það þetta við og þið, það meira en, þú ert svolítið viðfang sem ég ætla að lækna áður en ég sendi þið út. Það svolítið klínísk afstæða, þó sé kannski föndurherbyggi eða spilaherbyggi, að þá þú veist, þetta ekki heildræn nálgun við manneskjuna á þessum stað. Og þannig auðvitað endurspeglar byggingin það, en sem betur fer að þá þetta breytast. Já. Og ég vil segja breytast aftur, að því að einhverju leyti svona heildræn nálgun talin í dag óhefbundin, en þegar maður skoðar dæmin og bara þeir sem hafa það sem maður kalla bara common sense, vita það alveg umhverfi skiptir ótrúlega máli, ekkert bara fyrir fólk sem að kljást við einhvers konar ástand, heldur bara alla. Við þurfum öll náðarhús. Þannig en eins og ég segi, það allar byggingar teiknin valdi. Ég get til dæmis bara tekið einbýlishúsin 70 eitthvað, sem voru byggð 60-70, þegar Reykjavík að byggjast upp, að á þeim tíma, þá þú manst kannski eftir þessu, að mann var bara hent út á morgnana og maður átti ekki að koma, maður átti að vera að trufla fyrir bara, þú veist, eftirmiddaginn. Og ef það var sól, það varst að fara út og það voru náttúrulega konur heima í öllum gluggum, eða þú veist, gamlar og ungar konur sem voru heimavendir sem pössuðu upp á þessa krakka, en við vorum meira og minna bara, þú veist, og átti ekki endilega að heyrast í okkur og áttum ekki endilega að vera eitthvað að tala mikið eða vera að trána okkur fram. Og þetta endurspeglast mjög vel í byggingunum frá þeim tíma, þar sem að maður með þessa fínu stofur, kannski sjónvarpsstól og eldhús, en herbyggi barnanna eru bara einhver svefnálmu, pínulítil, en börnin, og það endurspeglast svo vel, börnin eiga ekkert heima þarna nema rétt til þess að sofa og læra. Skilur, það ekkert pláss fyrir þau til þess að spyrja allir heimsins inn í herbygginu, og þau mega eiginlega ekki verið í fínustofunum og ekki læra við borðstofuborði, það var ekkert mega verið í sjónvarpsstólinu og eldhúsinu. Þannig að þú skilur, þú veist, að við teiknum alltaf í öllum byggingum, þá endurspeglum við alltaf hvaða hugmyndir við höfum samskipti hvert við annað. Já. Einhver merkilegustu heimili sem ég hef sótt, það ég man eftir 2 slíkum húsum sem ég hef komið inn í, þar sem stástofa og ég held að það hafi verið í báðum tilvikunum bara dekkað upp borð á jólum og páskum, og annars var ekki vel séð að það væri farið inn í stofuna. Nákvæmlega. Þetta er svona, og kannski endurspeglar það einhverju leyti að þarna erum við að verða sjálfstæð þjóð og við viljum vera svona þjóð með þjóðum, og þess vegna viljum við líka, fólk líka, þú veist, kannski sjálfsmyndin á líka að endurspegla það. Ég á fínt heimili og ég get haldið fínu og það eru rými hjá mér sem að endurspegla það að ég hafi stjórn á mínu lífi. Þannig að þú ert með eldhúsið, með einhvern kannski, nú ég að lýsa þessum einbýlishúsum, þetta voru alls konar heimili, en ég meina, já, þú veist, fólk borðaði til hátíðabrigða við borðstofuborðið, krakkar voru ekkert að læra við borðstofuborðið, það var kannski spilað, eða það var eitthvað svoleiðis, og eins og segi í þessum svona fínni húsum, það sem var að myndast kannski svolítið nýstjætt, svona efri millistjætt, að þá vildi fólk eiga þessi rými sem voru svolítið upphafin og endurspegluðu svolítið að við værum fínt fólk. Mjög upphafin. Já, við værum svolítið erlendis, ef við skoðum við, eina gæsalappa. Og líka þessi afstæða til krakka, að krakkar voru bara krakkar
og það var ekkert verið að skipta sinni þó mikið af þeim. Nei. Þau voru bara í 5 leikum eða fótbolta eða eitthvað, þú veist, foreldrarnir voru ekkert að keyra fólki í fótbolta, sko. Ég ætla að fá sálfræðing hérna í næstu viku í spjallu við mig einmitt þetta samband Íslendinga við börn. Þetta hérna, mér finnst það óendanlega áhugavert. En þetta geðdeildin eins og hún núna, sem þú hefur lýst, og við ætlum aðeins kannski seinna að ræða þína persónulegu geðveiki, því nú það í tísku hjá okkur á samstöðinni. Það að hérna, það vakning og veitir ekki af, og ég með geðlækni reglulega sem hefur sagt það að fleiri fjölskyldur en færri tengist geðsjúkdómum með einhverjum hætti hér á landi, og sama tíma þá þetta svo mikið tabú, þannig að ég bara flott hjá þér að þú ætlir að slást í för með okkur hvað varðar aðeins persónusögu þína þegar líður á viðtalið, en ekki alveg strax. Sko, þessi nýji Landspítali og hönnun nýrar geðdeildar, erum við að missa af einhverju tækifæri þar? Sko, ég held að þetta ekki 24.000 fermetrar alls á 57.000 fermetrum, og staðsetningin náttúrulega hefur sína ágalla eins og við höfum talað, en þú talar mikilvægi opinna svæða, grænna rýma og allt það. Liggur alveg fyrir hvernig geðdeildin verður, eða það ennþá í mótun, og hvernig upplifur þá breytingu sem gæti verið handa við hornið eða ekki? Já, að því þú talar Landspítalann sjálfan, að þá nýkomin nýbirt meistararitgerð eftir Þóru Margréti, og fyrir ekki Þóru Margréti, ég held hún sé Júlíusdóttir. Þetta meistararitgerð úr skipulagsfræðum við Landbúnaðarháskólann, og virkilega góð og vel svona studdritgerð, eða þú veist, það svo mikilvægt eiginlega fyrir okkur sem að skoða þetta, að fá nýjustu fræðin sem að til dæmis hún að beita, en hún tekur út rýmið í kringum Landspítalann núna, nýja Landspítalann, sko út frá því að hún skoðar, það nýbyggingar á Norðurlöndum, svona spítala, eru mikið að leggja, sko, að teikna sig upp þannig, að láta hanna sig þannig, eða sem sagt, að sko það sem hún kallar náttúrumeðferð sé meðferðar úrræði. Hljóma skynsamlega. Já, heldur betur. Og hún í rauninni tekur út Landspítalann eins og hann núna, og í rauninni svona spyr þeirra spurningar hversu vel eða ekki og ég meina nýbyggður Landspítali getur mögulega stutt velíðan og svona lífsgæði þeirra sem að sækja sér lækningar. En þá erum við svo sem ekki að tala geðþjónustuna. Sko, Danir eru náttúrulega óbúslega langt komnir í því að bara svona þeirra viðþorf til bara veikind almennt, þú veist. Og það mjög áhugavert að í svona aðalskipulagi hér að þá vissulega svona tilgreind svæði og hæðir og tengingar og svona, og þegar verið að tala innviði, þegar byrjaði að lýsa hvernig innviðir eiga að vera, að þá það lagnir, frárensli og svona götur og annað slíkt. Í Danmörku þá til dæmis sjúkrahúsbyggingar partur af þessari innviðahönnun frá byrjun. Já. Þannig að það strax sérfræðingar, eða þú veist, fagfólk, sem að staðsetur svoleiðis byggingar, sem að tilheyra samfélaginu á staði sem að þjóna samfélaginu best. Og svo bara byggt þar. Og undanfarin svona 20 ár, þá hafa Danir verið að færa sínar geðþjónustubyggingar úr gömlum
gömlu húsnæði yfir í nýtt húsnæði sem að algjörlega bata miðað. Ég á svolítið bara persónulega skjóta einu sko, ég á svolítið svona erfiðu sambandi við orðið bata. Okay. En ok, við getum sagt bara aukinar velíðan og lífsgæða þannig maður verið tilbúin til þess að takast á við raunveruleika hversdagsins. Og reyna þá að fara með þessar byggingar út úr þéttleikanum? Já, þær eru allar á jöðrunum. Já. Reyndar eru sko sjálf sjúkrahúsin gjarnan byggð á jöðrunum líka. Já. Þannig að geðþjónustan eða geðdeildirnar eru þá venjulega nálægt það sem maður kalla sómatísku byggingunum sem sem sagt bygging eða deildirnar sem að eru að þjóna líkamannum, getur við sagt. Þannig að það er ákveðin kostur en það sem er enn kannski mikilvægara er að þær liggja mitt út í náttúrunni og eins mikið hægt er og eins í rauninni fjarri íbúðabyggð og hægt er til þess að mynda ákveðna ró og skjól þannig að fólk geti setið í öryggi. Það er ótrúlega fallegt að í mörgum og ef ekki flestum af þessum nýju geðbyggingu þeirra, ég held að þú veist það er allavega 7-8 sem að hafa færst yfir og og þar eru hreinlega svo stóri gluggar og svona gott sæti eða þá þannig hannar að maður geti haft stól við. Þannig að þeir sem að dvelja þar geta hreinlega setið út í glugganum, bara í sinni ró og reynda stýrt líka öllum áreitis þáttum eins og lýsingu en sem sagt og þetta sko Danir eins og ég segi það er svo áhugavert, ég bjó náttúrulega í Danmörku og lærði þar að Danir telja sér svo litla þjóð og alveg frá bara 19. öld getur maður rakið og svo náttúrulega gegnum alla sósíaldemókrasíuna í gegnum 20. öldina en maður getur rakið það hvað þeir gera sér snemma grein fyrir því að þeir séu svo fáir og að þeir megi ekki missa af neinum. Það verða allir, þeir vilja nýta alla. Virði hvers einstaklings skipti sköpum fyrir samfélagið. Algjörlega og það líka við má skjóta þeina að krakkar eru aldrei upp þannig alveg frá byrjun að bara eða þú veist náttúrulega eftir þroskastigi að þau séu þáttakendur í þessu samfélagi og þau byrja ábyrgð á sinna afstöð. Þau þurfa að móta sér afstöð til samfélagsins og þau byrja ábyrgð á henni og það má breytinni með nýjum forsendum en þá breyta þeirni með nýjum forsendum. Þú veist, þau eru alin upp til þess að vera gagnrýnin á sitt samfélag og taka ábyrgð. Er þessu stýrt á hálfu hins opinbera? Eru kennararnir með þessi gildi? Þetta er bara skólinn, já. Og náttúrulega þeir eru meira abstrakt fyrir ekki, ég hef ekki betra orð fyrir það hérna. Það er ekki hægt að þýða abstrakt. Nei, og þau eru alin upp í að hugsa í svona konseptum fyrir keðu. Ég hef heldur ekki fundið gott orð fyrir konsept á íslensku að því það er ekki hugtak eða ekki hugmynd, það er annað þannig að þau bara líka eins og maður sér bara við í Evrópu, ég meina Evrópa er búin að ganga eða allavega, ég þekki náttúrulega best svona hugmyndir í Frakklandi og kannski Þýskalandi og svo upp í Skandinavíu en náttúrulega þetta stóra samfélag er búið að ganga í gegnum náttúrulega styrjaldir, þau eru búin að ganga í gegnum það sem maður getur sagt modernisman, þau eru líka búin að ganga í gegnum postmodernisman og þá geta þau farið annað. Postmodernismin fjallar náttúrulega sko modernismin getur maður sagt allavega í arkitektur fjallar voðalega mikið að taka inn birtu að leysa byggingar upp að því þarna er maður komið með þekking á steinsteypu þannig maður getur í rauninni áður þurfti maður náttúrulega að búa til burðavirki úr til dæmis viði eða eitthvað og þá náttúrulega takmarkaði það svolítið hvar maður gæti sett gluggana og burðurinn var í útveggjónum með steinsteypunu þá er allt í hægt að frelsa útveggina að því að þú getur sett burðin inn í bygginguna þannig að byggingin getur borið sig kannski á súlum
í staðin fyrir útveikjum og þá alltaf hefur maður rosalegt frelsi í útveikjum en á sama tíma á þetta frelsi kemur að þá kemur líka svona, og þetta kemur sérstaklega eftir kannski þegar var hreinsað upp eftir fyrir heimsstyrjöld að þá kemur þessi þörf fyrir hreinlæti, gegnsæi að sko, og þannig náttúrulega komur svo mikið starfsaflega eða svona vinnuafl úr sveitunum í bæinn og það þarf að mynda hérna íbúðir fyrir það fólk og borgirna fara úr því að vera þessar borgir þar sem að hús bara byggt hús og í fátækrahverfunum það eru bara gettó og fólk ekki eins og með klósett og það eitthvað sameiginlegt klósett einhvers staðar og það myndast ákveðið samfélag en í módernismannum þarna 50-60 sem alþjóðleg hreyfing og maður sér þetta alls staðar í Bandaríkjunum og hérna að þá sko færist fólk yfir í blokkir móderníska blokkir sem endurspegla móderníska afstöðu þú færir fjölskyldana úr stærri fjölskyldunni yfir í kjarnafjölskylduna mamma, pappi, börn og bíll mamman á heim í eldhúsinu og pappin kemur heim á kvöldin og krakkarnir eiga herbyggi til að læri og sofa og eldhúsmömmuna breytist í rauninni í svona svolítið verksmiðu eða þú veist hennar vinnustað og hérna og fólk vill hafa borgir hérna svona skipulaðar þannig að allt sé beint, allt hornrétt, allt reiknað út frá, sko við getum bara sagt Excel-skjölum, þú veist það allt reiknað út hvað það miklu sól, hvað það mikið þetta, hvað það mörg bílastæði og allt þetta og hérna þannig að þú ert með þennan módernisma og síðan kemur postmodernismin og hann leysir allt saman upp. Hann fyrir bara að setja brjálaða spurningar og afbyggja af hverju gerum við þetta svona, af hverju gerum við þetta hinsegin og þú veist lífið miklu flóknara heldur en bara Excel-skjal og allt þetta. Þannig að Danir eru búin að fara í gegnum þetta líka og hugsa þessna, nú er komið svolítið mikið í hring fyrir geð en bara til þess að bara til skýringar, en þessna segir sko að Danir fóru líka í gegnum þetta byggja blokkir í útkvörfum fyrir hérna efnaminni og allt það og jafnvel sko leysa upp borgirnar alveg að það venjulega fær sko svona alveg miðborgin að vera í friði en annars margt annað leyst upp en allavega sko ef maður ber Dani saman við okkur að við erum sagnaþjóð við búum kannski það líka kannski endurspegluna því að búa í landinu sem við búum í að við getum ekki planað langt fram þannig að við erum alltaf í viðbragði. Ég skil á orðum þínum að Danir myndu klóra sér verulega í kollinum ef við segðum þeim af staðarvali þessara risavöxnu byggingar við Hringbrautina og ekki síst að við ætlum þá ekki allavega að taka geðdeild og færa hana eitthvað í burtu. Já, það náttúrulega fullkomlega absúrt til að byrja með og ég veit að, þú veist, fólk segir já, það eru mismunandi skoðanir og ég veit ekki hvað en það fullkomlega absúrt að setja landspítala lengst út á nes þú veist, ég meina þetta bara, þú veist og inn í viðkvæma byggð þar sem að getur í rauninni hefur ekkert mikla vaxtamöguleika heldur ef það þarf að breyta einhverju en allavega þú sko, Danirnir sem sagt byggja þessar þarna og ef við bara einbyttum okkur að geðþjónustunni að þeir byggja þessar byggingar og ber gæfa til þess að læra alltaf að síðustu byggingu. Þannig að fyrsta byggingin fyrsta geðþjónustu byggingin byggð einhvers staðar og hún kemst á því að garðarnir eru litlir, inngarðarnir. Því að þeir vilja búa til inngerð, þeir vilja ekki búa til gerðingar. Og þá næsti spítali, hann passa sig að hafa nógu stóra garða en kannski á 2 hæðum að því að vantaði svolítið lóð. Svo kemur að ljósa að það bara má ekki byggja á 2 hæðum. Það gerir allt alveg ómögulegt. Þannig að næsti spítalar hefur stóran garð og á 1 hæð og það sem að Danir hafa komist að að það þarf að vera stórt rými í inngarðunum og þeir eru jafnvel með 20 fermetra á hvern einstakling. Hvað er þetta að segja? Já. Þú ert kannski með 250 fermetra inngarð fyrir kannski 12-16 manneskjur.
og svo sko breiðir gangar, glerjaðir í kringum þá, þess að kringum garðinn. Þannig að það óbúrslega bjart og fólk getur mæst á þess að svona klessast hvert uppi annað. Það alls konar skot sem að maður getur og það sem skiptir kannski mestu máli, eða ekkert mestu máli, en miklu máli, er að það er kannski tvennt. Annars vegar að svo kallu vakt, það að starfsfólkið, það staðsett svona svolítið í horni. Það hefur yfirsýn að því allt svo bjart, en það ekki eitthvað svona valda dæmi sem með einhverju, eins og núna með einhverjum, þú veist, rimlagardinum sem lokaðir eða ekki og maður þarf að banka upp á, heldur akkurat arkitekturinn til þess fallin að hvetja starfsfólk til að vera úti meðal fólksins sem það áður að gera. Það þarna til þess að styrkja og þetta gerir það og sko það 20 ár síðan ég leiðbeindi fyrstu ritgerðinu sem sagt það sem B.nemandi var að fjalla það var endur í Bretlandi sko gamlan svona svolítið klepp sem færði sig yfir í hérna svona fallegt rými út í sveit og hvað kom út úr því og máli það og það bara rannsaka þetta rosalega oft að það sem gerist að síðasta sem ég heyrði var að innlægnadögum fækkar allavega 20%. Núningur og árekstrar á milli þeirra sem að dvelja á deildunum stórmingar af því að þú þarft, af því að maður verður líka muna ef að þú ert í viðkvæmu ástandi að þá geta aðrir inn á deildinni verið sko næmir fyrir því. Já, og líka ógnandi. Þér kannski líður ekki nálægt einhverju mannesku vel. Allavega, að þetta sko sláandi tölur, sem að 20%, þetta 1 dagur af 5 sem að innlögnum fækkar, ekki því að það verið að henda fólki út heldur einfallega því að fólki líður bara betur. Lyfjagjöf minnkar almenn, starfsanægja stór eykst og við að vera út í svona birtu og fallegu og í bestu geðspítölunum þarna úti, þú veist, þá eru líka inngarðar fyrir starfsfólkið og og mér langar til þess að segja þessar tölur sem að sko það var einn af þessum dönsku spítölum sem að mældi og það var sko 48% samdráttur í því að fólk upplifði sig beitt valdi af starfsfólki. Þannig að bara þetta rými og þessi hönnun gerðarkum, það var 60% samdráttur í nauðungar lyfjagjöf og 70% samdráttur í svona, nauðungar aðgerðum til sitt í spennutreyjur sem við gerum ekki. Og þú veist, þetta svo sláandi tölur og þetta bara við að skipuleggja húsnæði vel, tryggja þessi á einni hæð þannig að þessi nóljós og stórir inngarðar og að það sé bara herbyggja öðrum megin við, þannig að þú getur farið inn í samfélagið eða þú getur farið inn til þín í sko þinn svona þitt hósiló með þessu dásanlega útsýni sem veitir svo mikla ró og tengingu við náttúruna og það þú sért sko í svolítið öðrum heimi og þetta, ef maður ber þetta saman við staðsetningu sem sagt fyrirhugaða staðsetningu núna að þá í rauninni fer hún gegn öllu því sem að Danir hafa lært og það var starfshópur á vegum heilbrigðisráðherra sem tók saman gríðar góða skýrslu sem nú opinber og þau heimsóttu 6 spítala í Danmörku og fengu það ráð og það sem á að gera núna því miður fer gegn öllum þeim ráðum sem fengin voru. Er orðið seint að breyta, sko, ertu að segja að sé bara alltaf lítið pláss þarna, alltaf lítið rými til þess að hafa þessi garðsvæði og svo framvegis eða á hvaða stigi þetta? Sko, það sem liggur fyrir núna að þetta verði pottet á 2 hæðum og ég hef skoðað svolítið lýsingarmunin af því það náttúrulega sólargangurinn allt öðruvís í Danmörku en samt finnst þeim mjög stórir inngarðar á einni hæð, krúsjál var fyrir ekki auðslætti við ætlum að byggja hér á 2 hæðum í landi þar sem að sólin svona rétt sleikir 2 gráður upp yfir sjóndeildarhringinn á vetrarsólstöðum
og nær aldrei, ég man ekki hvort þessi 46 gráður eða 56 sem hún nær sko á sumarsólstöðum og í gráu veðri til dæmis eins og við vitum að þá verður sko myrkrapottur myndast meir og meir eftir því sem að hæðirnar eru fleiri, þannig að við búum eins og vikinn gráma að það er náttúrulega mjög hættu því að þessir sem sagt inngarðar, ef að þeir verða að þá sé hérna verði mjög grátt niðri á fyrstaðina, því að ég veit að það er stemt að því að hérna þeir sem að eru inni í geðþjónustuna, þeir hafi sem sagt aðgengi á þeim svæði og líka þeir hafi útsýni og þetta verði alltaf fyrstu hæð. Sko Borgarspítalinn virkar hún stór og græn þegar maður sér hana, það er alls konar gróður og svona, en svona stór bygging, jafnvel á 2 hæðum ef hún er með inngarða þá fer hún yfir allt grænasvæð og vandamálið er það, jafnvel þó, sko, ef maður reiknar með bestu, svona, ef maður miðar við bestu hérna byggingarnir í Danmörku að þá tekur hún bara, jafnvel þó séu á 2 hæðum sem er búið að ráðleggja að gera ekki, að þá tekur hún tekur meir en helmingin af hérna svæðinu og mér finnst vandamáli vera það er þetta stóru vandamálin sem ég á hérna við þetta þessa staðsetningu er að þegar ok, ef þú ert á fyrstu hæð og segjum sér svo að það séu fallegir opni gluggar sem þú getur setið út í að þá hefur útsýni á blokkir til vesturs og það er bara einn svona tréröð svona fyrir með háum trjáröð og svo bara gata. Þú hefur til suðurs að því að sko við verum að muna að stóran hluta ársins er ekki lauf á trjánum. Þar maður horfi beint í gegn og á jöðrunum þar sem að gluggarnir væru get ég ekki betur séð en þú hefði bara, annars er í rauninni nokkuð gott innsýn inn í bara næstu eldhúsgluggana hjá fólki, þar sem ég er aðeins að íkja en þú sérð alveg mjög skýrt eldhúsgluggana og svo ertu bara með Kópavoginn fyrir aftan, þar sem iðnaða hverfið í Kópavogi. Til austurs ertu kannski með svolítið trjágróður og til norðurs horfur beint inn í bara bakið á Borgarspítalanum. Og það sem er enn álögulegra finnst mér er að það er umferðan það er talsverð umferð Fossvogsdælinu þetta, hjólandi og gangandi fólk sem er kannski að koma úr Nauthólsvíkinni eða hvað veit ég. Og ég get eiginlega ekki alveg séð hvernig notandi sem er kannski að koma, sko, ég meina allavega það sem ég hef séð til, þú veist, fólk er kannski að koma úr 20 aflásmeðferðum eða jafna svo geðrofi eða í þungu, sko, svo þunglinda það næru valla að klæða sig í föt. Róin og öryggið sem að kemur með þessari hönnun til dæmis dönsku spítalana hún er, finnst mér tel ég bara sem fagmaður hérna, hún er farin og ég upplifi líka að það verði ákveðin fyrir það fyrsta að þá er umhverfið ekki þetta svona, við erum inn í miðri borg við erum bara að horfast í við það, við erum inn í miðri borg byggingin tekur meir og minna þetta rómantíska græna svæði sem fólk er að horfa á og allavega einni hlið þá ertu bara til sýnis og jafnvel fleirum og það þýðir þá líka að gluggarnir geta ekki verið þess eðlis að þú getur verið úti að því við verum að muna að það er bara veikasta fólkið sem kemst inn á geðdeild það er, þú veist, fólk sem að það er fullt af fólki sem telur sig þurfa hjálp. En er þessi hönnun, þetta skipulag, er búið að meitla þetta í berg? Sko. Eða er einhver breytingafasi í gangi núna, eru við að spjalla saman bara út í loftið, út í vindin, er baráttan glötuð eða er eitthvað breytingaferli í gangi? Sko það er ekki breytingaferli í gangi. Það er búið að gefa út, sem sagt, í rauninni þá þegar Willum Þór var heilbrigðisráðherra, þá samþykti hann þessa staðsetningu. Þannig að ráðherra hefur samþykkt hana. Það liggur fyrir.
og borgin komin í vinnu við þetta. Það var gefin út, það búið að gefa út skipulagslýsingu sem var sett í samráðsgátt og Geðhjálp var sendið inn erindi sem var svona var gagnrýnið á þessa staðsetningu og í en náttúrulega, já, flestir aðrir jákvæðir af því að það var meira svona þeir sem voru sjámlagnir og annað. En borgin núna að það þarf að breyta aðalskipulagi því að þetta átti að vera íbúðabyggð möguleg, þannig að það þarf að breyta aðalskipulaginu og deiliskipulag var komið í gang, deiliskipulagshönnun sem þá sem sagt nýr Landspítali sem fær hönnuði til að gera deiliskipulag fyrir sig. Það í gangi. Ég veit að sem sagt skipulagsdeildin upp í Reykjavíkurborg með máli núna til skoðunar, bara eðlilega, að taka út hvort að á þessu sé einhverju vankantar og svo leiðis. Og leið og hún búin að skila því áfram að þá bara fer sem sagt vinna í gang við að klára að færa þetta yfir í aðalskipulag og deiliskipulag samtímis og eftir sem skilst að þá sem sagt á þetta vera búið í júní, þá það aftur auglýst í samráðsgátt og ég held að stefnan sé að loka þessu í ágúst. Þannig að þetta sko komið alveg í hartferli. Þannig að við erum að missa stóru tækifæri. Já, því að við eigum alveg nóg af, ég meina það, ég nefni bara við Vífilsstaði því að það var hugsað, sem sagt, spítalinn sjálfur allur átt að geta færið þangað, Landspítalinn, þar ertu með yndislegt umhverfi og þú ert með auðvitað að myndast byggðar og það fólk sem að ganga alltaf, en það ekki, þú ert ekki inn í miðri byggð. Nei, og nú hefur við ekkert minnst á umferðarhnúta heldur. Hvað sér umferðarhnúta? Umferðarhnúta sem margir hafa áhyggjur af. Já, og það sem sko kannski eina af svona rökunum sem hafa verið lögð fram með staðsetningu Borgarspítalans að það bara 5 mínútna keyrsla yfir í Landspítalann. En á móti kemur að, sko, nú tala ég bara Vífilsstaði af því að ég veit að það grænt þar, ég veit að það búið allengs konar heilsuþorp þar og ég veit að það var talað að Landspítalinn kæmið þangað. Vandamáli náttúrulega þessi fáranlega staða við séum með 5 bæjarfélög, ekki 5, ég held það, á Reykjavíkursvæðinu í svona lítilli borg í staðin fyrir bara að vera 1. Þannig að það myndast ákveðin spenna í því að grænusvæðin á jöðrunum, alveg annar staðar eða inn í öðrum bæjarfélögum, en Reykjavík situr með málið. Og hvað það þýðir veit ég ekki, en sko, þannig að ég sé, þú veist, það mjög erfitt að breyta kurs núna, en að móti vil ég segja að sko, það ekki búið að hanna bygginguna. Það ekki búið að senda hana í samkeppni. Þannig það ekki byrjað, sko. Og ég meina eins og fyrir austan, það var búið að hanna Fjarðarheiðargöngin, sko, fyrir Skriljónir, en síðan var bara hægt við hann og byrjaði einhver öðru, þannig að auðvitað alveg hægt að breyta skoðun, en af því það annað líka, að maður verið að muna að auðvitað gott að sjúkrahús eða sem sagt stofnunin svo Geðspítali tengist öðrum spítala, en það held ég 14 mínútur frá Vífilsstöðum inn á Landspítala í staðin fyrir 5 og annað sko að starfsfólkið vinnur ekkit endilega, býr ekkit endilega bara inn í Reykjavík, það miklu auðveldara fyrir fólk í Garðabæ, Hafnarfirði sko þeir líka fyrir fólk sem býr í Vesturbænum og sem býr í þú veist Mosfellsbæ og Urriðaholti, allt þetta. Ég meina hjúkrunarfræðingar vaða ekkert í peningum held ég sko eða sjúkraliðar eða hvað það þannig að sko aðgengi sem sagt umferðaraðgengi miklu þægilegra í sko ef þetta stað, til dæmis á Vífilsstöðum og eins og sé, ég nefndi Vífilsstaði því að það lá bara sérst, umræðan var þar en ég meina til dæmis þar að það miklu held ég auðveldar að þannig séð að komast að Vífilsstöðum og náttúrulega fá stæði og allt það heldur nokti mann lengst út á Nesi í Landspítalanum. Þannig að sko það þessi staða að þetta komið ansi langt á veg og
en það ekki byrjað að byggja. En það sem ég hef líka áhyggjur af að ég var fenginsráðgjafi inn í vinnuferli þarfagreiningarinnar. Það var fengin sænsk stofa sem heitir White, risastór, sem hefur byggt spítala bæði í Danmörku og Svíþjóð. Sá í Svíþjóð talsvert verri heldur en svo í Danmörku og Danmörku spítalinn náttúrulega hannaður inn í þetta danska kerfi. En sem sagt samkvæmt þarfagreiningunni sem að ég veit ekki til að hafa verið breytt en auðvitað auðveldar að setja inn inngarða heldur en breyta rýmisstærðum að það er reiknað með 2 fermetra á mann. Það er miðað við sko þennan sænska spítala þar sem eru bara svalir og þú getur ímyndað sko 2 fermetrar í staðin fyrir 20. Já, þetta sláandi. Kæru hlustendur og áhorfendur, þið eruð að hlusta á Hildigunni Sverrisdóttur arkitekt. Það við erum að ræða hér álitaefni sem tengjast byggingum og staðsetningum opinberra stofnana, einkum Landspítalans. Ef þið eruð að detta inn í þetta spjall, þá er ágætt að segja ykkur frá því. En sko, Hildigunnar, ég nefndi hérna áðan að þú ert með persónulega geðveikisögu. Já. Finnst þér vont að nota orðið geðveiki yfir geðveika? Sko, þú veist, við erum komin á mjög góðan stað svona, og ég veit að svona samtök notenda sem kallað mér finnst til dæmis notandi mjög erfitt orð af því að ég nota farsíma minn eða kaupi farsíma áskrift og nota hana. Það segir ekki kannski alveg alla söguna? Nei, sjúklingur finnst mér heldur ekki segja söguna. Þeir sem glíma við geðrænar áskorunar líka svolítið svona, að því að við sem okkar erum bara svona. Já, þetta líka bara svolítið tipl. Já. Ekki bara allt í lagi bara að nota orð sem að lýsa? Jú, en sko, sem sagt, nú erum við bara komin á það stað til dæmis í fötlunarfræðum og bara svona þessum krítisku fræðum að það kannski eðlilega að fólk fá bara skilgreina sig sjálft. Okay. Að því að veiki og til dæmis fötlun miklu samfélagslega fyrirbæri heldur en sko persónulegt. Þú veist, til dæmis fólk sem í hjólastól það getur alveg haft full lífsgæði ef að það eru til dæmis rampar á gangstéttum, á ljósum. Sko, þú veist þetta, þannig að ég veit ekki, ég kalla alveg geðveiki af því að, ég myndi alveg segja að ég glími við ákveðna geðveiki. Út af því að þegar hún hrjáir mig, að þá eru lífsgæði minn skert. Og ef ég svona get ekki annað séð en að það sé líka skilgreiningin á veiki, en maður þarf að passa sig að veiki samfélagslegt orð. Það svolítið hlaði fordómum að því leiti að það ákveðið vald samfélagsins að kalla það veiki gagnvart þér. Þannig að hérna, en ég til þetta veiki hjá mér, þetta geðveiki. Þetta líka styrkurinn minn. Þetta líka sá kraftur sem að ég nota í allt sem ég geri. Hver eru þín einkenni? Sko, ég annars vegar greind með ADHD og hins vegar með geðhvörf 2, sem sagt bipolar 2 það kallað. Hver munurinn á því og 1? Sko, sem sagt 1 því lýst þannig að maður sveiflast sko hraðar og hærra milli þunglindis og maníu. Og það alls ekki allir sem gera það, en maður getur farið í maníu þar sem maður missir svolítið tökin á, þú veist, í verstafalli missur alveg tökin og ert alveg komin út úr sem sagt raunveruleikanum eins og við skilgreinum hann hérna við hinn. En í maníu, eða í geðhvörfum 1 að þá sko manían skýrari, getur maður sagt. Getur orðið skýrari og getur orðið þannig að þú kannski í marga vikur ert svolítið að missa
tenginguna og jafnvel sko sjá heiminn á hátt sem kannski ekki, þú veist, sumir lýsaði þannig að þeir eyði rosalega miklum peningum og sé rosa hæ og fari mikið á djammið og drekki mikið og það svo gaman og svona. Mætti þá segja til einföldunar að geðhvörf 2 sé að jafnaði mildara afbrigði? Nei, það er það ekki, en það er öðruvís að því liti að manían lýsir sér á annan hátt. Manían lýsir sér, sko, það eru styttri tímabil yfirleitt sem manían, hún er kallað hýpómanía og og maður verður mjög það er mjög gaman og ég tala mjög mikið vennilega, ég tala ennþá meira og ennþá hraðar þegar ég fer upp á þennan stað og lífið er geðveikt skemmtilegt, það er svo gaman en venjulega þá missir maður ekki jarðtenginguna, þannig að maður getur sinnt sínu hversdagslífi á meðan maður er í þessari hýpómaníu, venjulega. Engin minnisröskun á meðan á þessu stendur? Sko, ég hef ekki séð það fylgjandi greiningunni, ég upplifið ekki en sko þetta er mjög stutt tímabil og ég myndi segja allavega út frá minni reynslu að staðalstaðan er misþunglindi. Byrjaður, hvað varstu gömul þegar þú áttar þig á því að þú væri svolítið öðruvísi heldur en ég segi nú ekki flestana fólk vegna þess að það hefur nú komið fram í samtölum mínum við Ólaf geðlækni sem er hér reglulega gestur að sko geðveiki er alveg óboðslega algengt fyrirbrigði. Já, og ég held sko ef ég má aðeins áður en ég tek mig að ég sko við erum sko ég held að við séum sko meira og minna með ADHD Íslendingar og það hefur líka sýnt sig að fólk sem að býr á eyjum eða sérst fólk sem hefur flutt í landnámi að það er hærri tíðni ADHD einfallega vegna þess að þú þarft eiginlega að hafa ADHD til þess að fara frá öruggum aðstöðum út í óvissuna með bara allt þitt yfir bara hafið og allt það og þú þarft líka held ég að hafa ADHD eða þú veist þessi einkenni að vera hvatvís, vera sko því að svona Þú ert örugglega eignast marga vini núna. ég meina, sko, ég held bara að til að lifa af Vietnam og ég hef heyrt til dæmis, það var svo æðisleg grein eftir Charlotte Böving sem að ég ætla nú ekki að fara alveg út í en hún lýsir þessu sko að koma til Íslands að því ég meina maður þarf að muna Evrópa er það sem ég kalla rákuð eða rúðustrikuð, hún er skipulögð niður í hvern einasta fermetra, það er allt skipulagt. Vinnulífið þetta er skipulagt, samskiptin það er allt skipulagt, eins og þegar maður með Dani, þeir eru dásanlegir og segja, hei, viltu koma í bíó? Þá taka það frá dagatæli og segja, hei, ég á 50 dagar í viku 38 og ég veit ekki hvort mér langar í bíó þá. Og jafnvel kvöldverðurinn skipulaður niður í bara fyrirfram gefin fjöldi af fiskibólum og algjörlega, en við erum svo, sko, lífið hér í þessu fáránlega landi sem er sko, það er rosafallegt en það er líka það sem maður kallar kannski sublime á ensku, það fer næstu því yfir mörkin, hættumörkin og ég meina þetta er bara einhver geðveik vera sem er alltaf að hrista á sér lærin og gera okkur erfitt fyrir og veður og allt þetta. Þannig ég held og á ávöxtunum skulu þeir þekkja þá. Já, ég held að til þess að lifa af í þessu landi þá þarf það að vera rosalega þá þarf fólk að vera rosalega fljótt að geta skipt sko stefnu og aðlaga sig að henni því við höfum bara þurft að gera það er kannski, ég hef meira sér sjálf skiplagt sko málþing á, svona geggjað málþing með alveg æðislegum arkitekt á Seyðisfirði og svo bara er eldgos og enginn kemst. Nei, skilur jafnvel í dag og svo er annað sem að því þú ert að tala um þessa geðveiki sem er svona víða að þú veist það og mjög falin og mikið feimnismál og miklu fordómar. Já, ég nefnilega það kom mér óvart hvað það eru miklu fordómar að því mér finnst þetta ekkert mál. Þú veist, ég er bara með það sem ég er og það skiptir mig engu máli, það er líka eins og ég segi, það er líka styrkurinn minn sko en eins og ég En hefurðu rætt þetta núna við mig ef þú vissir ekki að því að það er búið að vera svona vakningar umræðu átak hjá okkur að svifta hjólum, já, þú hefði gert það Já, algjörlega Þannig að þú ert á undan samtímanum Nei, sko, að því þú veist að tala um þetta með að upplifa sig öðruvísi, sko, ég hef aldrei upplifað mig eins og ég
eigi heima í þessum heimi sko. Nei, gestur. Og ég svona á viðkvæmustu tímum þá hef ég sína, ef ég hef alveg verið í sjálfsvorkunni þá hef ég annars vel liðið eins og svona loðunum bolta sem að býr í heimi sem eru svona stálkubbar með hvössum hotnum og ég alltaf að reykast á það. Í verstu tilfellunum líður mér svona eins og fláðu minki út á túni, það verður að henda hrunnmúrla í þig, skilur ég ég hef aldrei upplifað mig sem svona venjulega mannski, eðlilega. Mér hefur aldrei fundist eins og ég heyri til fyrir kannski núna. En sem fullorðin, mér langaði alltaf að segja sko, ég hef alltaf verið þunglynd. Ég man ekki eftir mér öðruvís en þunglynd. Bara sem barn? Já. En þessi geðhvarfa greining, hvað varstu gömul þú fékkst hana? Sko ég náttúrulega, ég greind loksins, sko ég kem úr svolítið svona, kannski svolítið svona, það ákveðnar áskoranir í bakgrunnum mínum, alkoholismi, svo bara í annar hverju fjölskyldu hér og var svolítið meðvirk og náttúrulega sjálf út af með ADHD ákveðna fíknitendensa. En ég loksins greind, fyrst ég greind með ADHD fyrir svona 15 árum og það var óbúslega stórt skref. Þá bæði pröfaði ég lyf sem hjálpaði mér rosalega mikið og hafa hjálpað mér. En það var bara svo mikið léttir að geta lesið svona manualinn eða hvað heitir það það hvernig ég virkaði því að þetta meikið allt sens fyrir mér. Þú veist að þó að klukkan væri með einhverja 2 arma sem hittust með einhverju nákvæmni að þá það ekki þannig sem ég fungera. En það sem gerist líka þegar þú ert orðin fullorðin manneskja og þú átt fjölskyldu að auðvitað ertu eins og þú ert þú getur ekkert breytt því og þú safnar drasli og þú stundum ferðu og gerir, þú veist bara brjálaðis átak og allt verður rosalega flott og svo kannski drasl heilu vikurnar og maður sér það ekki einu sinni og þetta svo klikkað því að maður alveg á útdopnu og allt í þú veist, en maður þráir og þarf reglu og öryggi, það það sem maður þarf þú veist, þannig að það væri svo æðislegt í rauninni ef maður gæti bara fengið einhvern sem væri samferðamanni sem sæi það en allavega, það sem ég ætla að segja sko að það var mikil léttir en ég loksins greind með þunglindi kannski fyrir svona 10 árum og fekk lyf við þunglindi og það hjálpaði alveg og þá voru verið að fókusera svolítið á þunglindi og ADHD en það ekki fyrir 2 eða 3 árum sem ég fæ bipolargreininguna og fæ það loksins rétt lyf og rosalega fínan lyfjakóktel og bara í fyrsta skipti á ævinni líður mér eins og ég get ímyndað mér að venjulegri manneskju líði. Til hamingju. Takk. Það hlýtur að vera frábært. Það frábært tilfinning. Ég hef aldrei upplifað það sjálfur. Nei, þú voru að fara að fá þig kokteil, sko. Ganski. En það skiptir líka máli að sko, því miður, þá hef ég hitt svo marga geðlækna í svo mörgu samhengi. Að því að ég á líka talsvert, þú veist, að talsvert fólkinu kringum mig, einhverju hluta vegna, sem að sem að lenda á stað þar sem að það næri ekki að díla við eða fást við raunveruleikann eða hversdagslífið og eða líður bara illa og og ég hef þurft að tala við fullt af geðlæknum og því miður að þá held ég náttúrulega að við séum eða höfum allavega ennþá verið að ala svolítið upp svona móderníska, ef ég vísa í arkitektur móderníska lækna og maður sér bara hvernig tekin í læknisfræðina þú ert ekki tekin í mat með við hvort sér hlýr og góður læknir eða þú veist hafir getur mannlegum samskiptum eða eitthvað, að því sumir læknar getur bara í lækna mann bara með því að sína mann hluttekningu en ég bara því miður þá veriðist sko allavega eldri stéttin vera mjög upptekin af því að gefa fólki lyf að meðhöndla sjúkdóm frekar en að vera samferða fólki og styðja og það hrætt við nándina finnst mér oft og ég hef mætt alveg rosalegum fordómum skelfilegum fordómum frá læknum
en svo eru aðrir sem að bara, þú veist, hafa einhverja dásamlega köllun og ég var svo heppin að lenda eða sagt finna þannig lækni sem að sko miklu opnari fyrir sko heildstæðari nálgun. Já. Sko og við tölum saman. Við erum ekki að, þú veist, hún situr ekki að lækna mig. Heldur hún sko, að því að ef ég má aðeins bæta við að þá sko mín afstaða til þess alls að, og það ekki beinlínis örlega trú, en bara svona að við erum öll einhvern veginn á leið í gegnum lendur þessi lífs. Bara á mismunandi leið og tíma þurfi, og ég meina sumir fylgja okkur fólk, sumir skemmri tíma og aðrir lengri tíma og fólk fer og það kemur og alls konar og svo stundum lendir maður í því að maður þarf að fá fólk til þess að vera samferðamenn stund og styðja mann. Mér finnst mjög skemmtilegt að skulle nálgast þetta með þessum hætti því að eitt af því sem að mér hefur fundist svona töfrandi við þessa þætti sem að ég er búin að vera að gera með honum Ólafi Ævarsinni geðlækni geðveiki að hann hefur sjálfur sýnt mjög mannlega hlið á sjálfum sér, rætt eigin geðveiki og þar með neytist ég til þess að leggja minn óhrina þvott bara á borðið, fannst mér. Já. Og það einmitt þessi mannlega, þessi húmaníska nálgun og mikilvægi samtalsins og svona þið heildræna sem að ég hef hrifist af. Sko, maður náttúrulega, þú veist, ég meina, og sem betur fer, þá finnum maður mjög skýrt fyrir því að þetta að þróast í rétt átt. Samt var það þannig, eftir að við byrjuðum að gera þessa þætti. Já. Og ég ætlaði kannski að skrifa eitthvað á Facebook. Náttúrulega Facebook svona einhverju leyti eitt af mínum atvinnutækjum. Já. Og og það byrjaði þegar ég byrjaði að tala mína sögu. Ég var mjög alvarlega geðveikur upp á 20. Lagðist á hana geðdeild og sjálfsvígshugleiðingum og fékk hræðilegar óskynjanir og bara sturlaður á tímabili og hann talar kraftaverk og bara hetjut á það að snúa tilbaka á sama tíma og ég hefði alltaf bara séð fyrir mér skömm og þetta var mér að kenna og ég hefði farið illa með líf mitt og allt það. En sem sagt það að heyra einhvern veginn það að draga þetta fram núna, það hefur leitt til þess að það kemur alls konar fólk og segir þú ert ómarktækur, hvað segir svo geðviki? og það á Facebook og það hefur stuðað mig svolítið, það hefur slegið mig svolítið en vel að merkja leið og ég nefni þetta þá þarf ég líka að benda það að það hafa komið 100 engaskilaboða bæði frá aðstandendum, fólki sem glímur við geðræna vanda eða bara fólki sem við skilgreinum heilbrigt. Þannig að þetta í allar áttir en það kemur samt á óvart hvað eru lífsegir þessir fordómar að leið og þú segir frá því að þú stríðir við þetta þá sértu ómerkingur, þú sért ómarktæk. Já, akkurat. Sko, ég held að ég sé svolítið fyrir mér að það leki svona svartagall, svona drulla niður kynslóðurnar. Auðvitað sem sagt þegar að hálfþjóðin deyr að þá ekki þannig að þeir sem lifa af sér bara ég meina það gríðarlegt tráma sem býr hjá þeim sem fylgir. Ég sé bara hvernig þetta tráma og geðveiki, getum við sagt, ef við notum það að ég held að enginn sé heilbrigður sko. En að það lekur niður og svo allt í einu eru við kynslóð þar sem að bæði komin svo mikil þekking og líka þekking á því til dæmis það verið að tala parasympatíska eða sympatíska kerfið og vagus þú veist, ég meina þetta allt tengt og fólk farið að fatta það. Að ég meina tilfinningar mínar eru tengdar taugakerfinu mínu og taugakerfið mitt tengt vöðvunum og líðanin mín sko hvort sem hún áunin eða biológisk að hún hefur áhrif á allt og þetta með svona að þú getur rökhugsað og þú getur tekið kaldar ákvarðanir, þetta er bara bull sko hrein rök alveg jafn fyllt með sko
reynslu, tilfinningum, afstöðu eins og tilfinningarök. En sko það sem ég ætla að segja sko að ég meina maður veit það, eða allavega frá því fólki sem ég þekki sem hefur farið í sálfræði eða geðlækningar, að það er mjög oft af því að það annarkvort eru aðstandendur eða finna, sko eru með ákveðna svona hluta sjálfu sér sem að því finnst það ekki ráða við. Á einhverjum vanda. Já. Og hérna, þannig ég held bara að við búum í samfélagi bæði þar sem að er mikil fíkn, sérstaklega áfengisfíkn eða kaupfíkn eða vinnufíkn, mikil meðvirkni sem getur verið bara stórhættuleg, jafnvel drepandi, og þetta með, og ég veit ekki hvort að ég meina þetta er alveg eins og þú veist þegar börn mistu mæður sinna í gamla dag þau mátti ekki fara í útförina eða eitthvað svona, að ég veit ekki hvort sé eitthvað svona sjálfsvarna mekanismi fyrir samfélagið að tala ekki um það, að ég tengist til dæmis stóri gyðingafjölskyldu bjó í Frakklandi þar sem að fólk bara, það er allt tekið alltaf upp, fólk er rifst og skammast yfir borðinu og svo er bara allt búið og þú leggur alltaf allt í fjölskylduna þó að þú búir í kjarnanum, þannig að þetta er rosalega og kannski er það meira í sem sagt aðeins eldra fólki, þar er þetta rosa skömm og ég finn það alveg að eldri kynslóðurnar hjá mér í minni fjölskyldu, þú veist, ég er ekkert að tala um þetta eins og þau myndu tala ef ég væri með krabbamein eða fótbrot eða eitthvað sko. Og ég meina þessi líðan og þessar áskorunir bara með fullri virðingu, þær eru oft ekkert léttbarari heldur en krabbamein. Þú veist, þetta er alveg gríðalega og eins og þú segir sko, þetta með að sem að er bara mjög algengt bæði varðandi ADHD og geðhvörf og talningi um geðklofa, að því fylgir þessi þörf til þess og ég held sko á mín tilfinning, þetta er eitthvað sem hefur fylgt mér alla ævi, þessi hugsun, en fyrir mér var hún var birta og ef ég verð mjög persónuleg að þá var þetta svona herbyggi með svona hvítum hringstæða niður og hurð með rauðum hnappi og þetta var útleið fyrir mig þú veist, þetta var vinur minn í rauninni en svo náttúrulega þú veist, hugsaði maður já, en ég meni ég á ættingja og eitthvað en já, eldri kynslóðurnar eiga rétt með þetta. En það sem kemur óvart er að því að það er búið að vera það mikil umræða í samfélaginu og þetta er svo víða að ég hef fundið fyrir bara svolítið alvarlegum fordómum sem hafa sko... Haft áhrif á störðin? Já, starfsheiður kannski. Starfsheiður, já. Já, svona, þú veist, á mitt ævistarf, það sem að kannski mín störf og framlag einmitt, það er sett spurningamerki við það út í samfélaginu og geðveiki notuð sem enn í svona hössast, þú veist hvað hann hefur, eitthvað svona og Þetta er eldgamalt ráð til þess að jaðarsetja fólk, útiloka það að það er að kvískra einhver, þú veist það. Og náttúrulega mjög praktíst ef að því langar að standa á hörðanum einhverjum, sko, þá er þetta mjög praktíst. En nei, en sko, þú veist, ég segi fyrir mig að allavega mín upplifun er svo að í allri minni vinnu, eða það er að segja, í gegnum allar minni vinnu fyrir að þá lít ég á það þannig að mitt ADHD ef við kollum það þannig, eða það er að segja þau einkenni sem fylgja þeirri greiningu og ég held líka að mín geðhvörf hafi gert það að verkum að annars held ég að ég kannski bara auðveldra með að nálgast aðra að ég, þú veist ég meina ég veit að það eru allir að díla við sitt. Já, þetta býr til einhverja mildi þegar best lætur inn í manns eigin sál. Já. Maður er síður dómharður gagnvart öðrum. Já. Það gerir mann með vissum hætti flinkari í að eiga samskipti við fólk þótt þegar dagar illa hjá manni, samskipti við fólk getur verið ansi mikil brekka. Jú, auðvitað. En þetta er í allar áttir. Jú, en ég var allmest kennari í 17 ár
og það bara mín köllun í lífinu og það bara það skemmtilegasta sem ég geri að kenna. Þú ert að fræða hér með þessu viðtali líka. Já, kannski, já. En sko, ég veit ekki, ég hef kennt örugglega 100 nemenda. Það voru venjulega 50 krakkar í skólanum á hverjum tíma og ég hef kent síðan 2007, meir og minna, óslitið. Og Listaháskóla. Já, kent arkitektur. Og það sem ég fyndi að því að, maður, típurna geta verið þannig að maður sko út í almannaríminu það alveg bara, þú veist. En sem kennari, að þá held ég að séu, ég man eftir kannski 3 manneskjum sem ég fannst bara ekki að ég gæti náð til. Og það svona, sko, ég veit ekki, af því að ég náttúrulega með ADHD þá ég náttúrulega líka út allt og bara, en það gera verkum annars fyrir að ég get mjög fljótt að mitt kallað eitthvað inn og breytt kúrs og nú fyrir við bíó hamleipa til verka þegar já, og það líka rosa gott þegar maður að kenna að sko ég með fókusinn á stað og ég eins og, eða mér finnst ég eins og ADHD fólk gjarna, það ákveðin lausna að lausna með það þannig það sitja með nemendum og reynda að sitja oft mjög lengi, þau geta alveg brjáluð að bíða eftir mér, vonandi ekki hinn að þó að þeim finnist ég sagt, já það mjög praktískt fyrir gefið og reyna öðru að ég fer inn í verkefni með þeim og mér finnst ógeðslega gaman að því ég sé eitthvað sem þau sjá ekki og þú veist og svo missi áhugan eins og ADHD fólk gerir og fer til næsta og þá byrjar þetta aftur og þetta yndislegt en ég ætla að segja sko að sko ég held að, ég ætla ekki að segja sé auðmjúk, en það ákveðin auðmýkt, löngun til hluttekni og svona samhygð sem kemur með þessu og þó að nemendum mínum hafi fundist í alveg gúgugaga að þá vona ég að þau hafi fundið með þeir þótti væntum og mér þótti væntum öll í alvöru sko og þannig að sko það ég held að það komi til af þessu en sko í minni vinnu þrátt fyrir allt þunglindið þá hef ég einhvern veginn allavega hef mér fundist ég verið með skjöld eða svona, þú veist það kalla masking á ensku Já, maður alltaf að leika einhvern annan Já, en samt, sko mér finnst það í rauninni var mín brynja gagnvart vinnunni og samstarfsfólki eða nefendu að þú veist ég sko mitt þunglindi átti ekki að koma niður á minni vinnu eða sjást gagnvart öðru fólki það var mín persónulega og reynda því miður það skilur sér því að fjölskyldan og þeir sem að maður tristir fá kannski meiri part af því í staðinn en það sem gerðist var að bara það kom dagur þar sem að ég fann að nú var veiki mín, þess að þá var ég alveg ofboðslega þunglindi sem að varði síðan í 4 mánuði, fullkomið svartnætti, en leið og ég fann að sem sagt þessar áskorunni mínar, ég kalli þetta veiki, af því að þetta er vond og þetta er sárt og ég ræði ekki við þetta og ég þarf hjálp. Og náttúrulega ekkert hræðilegra en hugmyndin að maður sé að missa geðheilsuna. Já, ég hef aldrei haft hana þannig Sú hugmynd hefur skotið rótum í mínu kolli sko og það bara engin ótti meiri. Já, að missa tökin. Að missa geðheilsuna. Já. Sko, að missa líf. En hvað geðheilsan þá? Að missa lífið léttvægt með að við hugmyndin það að þú munir sitja eftir lifandi en samt með einhverjum hætti sturlaður. Já, ertu þá að meina að þú sért búin að missa tökin af eða að þú farir á stað þessum ráðir ekki við Ég var skítræddur við þetta upp úr 20 þegar einkennin voru mjög alvarleg sko. En blessunlega þá eru 4 áratugir síðan og þetta gengur ágætlega í dag og ef maður náttúrulega fer á mjög sko, alvarlegan og hræðandi stað að þá náttúrulega auðvitað er það tráma sem býr með manni, ég skil það vel en eins og sé, ég bara leið og ég fann að þetta var að fara að hafa sko þetta var farið að hafa áhrif á verkin mín í vinnunni að þá fór ég strax í veikindaleyfi og því miður þurfti að bara samkvæmt læknisræði að
að láta af störfum sem að ég elskaði. Ég var hún deildarforseti í arkitektúr og fekk það verkefni að setja í gang meistaranám í arkitektúr, fullnaðanám, loksins. Við höfum alltaf þurft að fara til útlanda til að klára. Og það var svo margt spennandi og skemmtilegt að gerast. Og það var ákveðin sorg, alveg eins og það var ákveðin sorg, sko, að þegar ég fæ bipolar greininguna, að þá gerir ég mig líka grein fyrir að ég mun þurfa að taka lyf út ævina, sennilega, til að halda þessum lífsgæðum. En það sem kom mér mitt á óvart var að það yrði í mínum veikindum að þá væri einhverju sem hefði tekið að sér það huggulega hlutverk að deila með heiminum að ég veri geðveik. Skilurðu? Og þú ert búin að upplifa þitt besta skeið með hjálp lyfjana, réttu lyfjana. Já, ég verið að viðurkenna það. Það er ekkert að viðurkenna, þú ert ekki að skammast þig fyrir það. Nei, en auðvitað sko, þú veist, nei, ég skammast mér svo sem ekki fyrir það. Og það sem gerist líka er auðvitað að það kostar. Þú veist, ég sko upplifði til dæmis bara jólin, þú veist, ég elska jólin og sérstaklega undirbúning jólana, að sko jólin voru annar heimur. Það var ekki bara sko tímabil, það var bara önnur veröld sem ég gekk inn í og hún var svo full af einhverju dásanlegu og sérstök. Og meiri segja, ég skammast mér nú fyrir að viðurkenna það, en ég var hann ansi gömul þegar mér fannst ammælisdagur minn, sko, þegar ég hætti að finnast ammælisdagur minn vera önnur veröld, skilur við. Þannig að þú veist, það var svona rosa, svona fegurð og dásamt sem að var og það að vera svona, vera á þessum lyfjum, gera það verkum að aðfangadagur er þriðjudagur. Skilur ég? Minkar sveiflunar, bæði upp og niður. Bæði upp og niður, það er alltaf sem það kostar. En ég hef líka verið lyfjum sem hafa gert mig algjörlega flatta og tekið allt frá mér. En það sem að mér finnst og það sem ég segi, sko, mér líður bara eins og ég gerir á að fyrir venjulegu fólki líði, að ég finn alveg fyrir sorg og ég finn fyrir gleði og ég finn fyrir ástríðu. Og þegar ég er ástríðufull þá vinn ég 25 tíma í trekk og sef síðan eins og mauk í 2 daga eða eitthvað. Það er ekki það. Hildi Gunnar, það er hera fólki sem býður eftir því núna að komast inn í þetta stúdíó af því það eru fleiri bókuð viðtöl en gjarnan hefði ég vilja að ræða við þig í klukktími viðbót og kannski bara gerum við það síðar. Kannski það bara sérkafli, sér viðtal þessi dagur þegar þú missir vinnuna og hvað gerist eftir það. En kærar þakkir fyrir þínar vangaveltur sem þú hefur deilt með okkur, hvað varðar þessi stofnanmál, spítalamálin og mikilvægi þess að vanda vel til verka það ekki síst þegar kemur að geðdeildum, hvernig þær eru og takk fyrir að deila þinni persónulegu sögu, bara velkomin í klúbbinn og við bara gerum þetta saman. Já, alveg án skammar. Takk kærlega fyrir boðið. Þakka þér og áfram göngum við göttuna, hlustendur, ekki fara langt, nýr kapli eftir andartak. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.